eftir stórbrunann í Drammen í gær. Slökkvistarfi var haldið áfram í dag og eyðileggingin er mikil. Það er mikil depurð í samfélaginu þetta núna náttúrulega. Framtíð skólahalds og búsetu í Grindavík skýrist í ágúst þegar niðurstöður áhættumats liggja fyrir. Til að skapa sátt taka fulltrúar Grindvíkinga þátt ásamt sérfræðingum sem vinna í sumarleyfum. Snefilmagn af hveiti í Vogaítífu olli margra daga veikindum ungrar konu. Hún segir að matvælaframleiðendur þurfa að vera meðvitaðri ábyrgð sína á réttum innihaldslýsingum. Margur freistast til að taka sjálfu á fallegum útsýnistað en það getur valdið átroðningi utan göngustíga. Mývetningar hafa brugðið á það ráð að hlaða sjálfupalla við vinsæla ferðamannastaði. Gott kvöld. Enn er barist við elda í Drammen í Noregi en þeir kviknuðu í íbúðahverfi í gær. Eldurinn breytist hratt út og 100 íbúðir brunnu til grunna. 400 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Enginn slasaðist alvarlega. Eldarnir loguðu enn í skóglendi við hverfið í dag. Lögregla rannsakar upptök eldsins en telur ekki að hann eigi sér saknæmar orsakir. Á meðal þeirra sem misstu heimili sín er slökkviliðsstjórinn í Drammen en margir aðrir eigum sárt að binda. Eldarnir eru þeir mestu í seinni tíð í Noregi og aldrei hafa eins margir í landinu mist heimili sín. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte. Ja, jeg vet ikke. Når skjønte du at huset var tapt? Ikke før i går ettermiddag, eller på senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det var det som gjorde at jeg så at det var. Baldur Erling Sigurðsson sem býr nálægt eldunum kveðst vera í hálfgerðu áfalli. Samfélagið sé í sárum eftir hamfarirnar. Það er mikil depurð í samfélaginu þetta núna náttúrulega. Og maður finnur það alveg á því að þegar maður er að labba að fólk er sjokkerað yfir þessu. Og hversu hratt þetta hefur skeð. Þannig að maður er náttúrulega í hálfgerðu sjokki sjálfur sko. Maður er ekki að búast við að þetta yrði svona stórt eins og þetta varð. Baldur segir samheldnina mikla og að fólk og félagasamtök reyna að hjálpa þeim sem hafi mist allt sitt helstu nauðsynjar. Þeir sem þurftu að yfirgefa heimili sín dvöldu ýmist á hóteli eða hjá vinum og vandamönnum í nótt. Tengdapabbi til dæmis bróðumis sem að bjó þarna rétt hjá, hann þurfti að flýja í gær og það hann var fyrir neðan brunan. Eldarnir breytust hratt út í gær og fólk fór í flýti. Það er nú annað með húsdýr og svona sem að fólk þurfti að skilja eftir líka, þannig að fólk er að leita að þeim núna í dag. Líkt og algengt er í Noregi voru húsin úr timbri. Þau stóðu þétt í brattri hlíð. Vindáttin var óhagstæð og eldurinn leitaði upp hlíðina. Þar hefur verið hlýtt og þurrt síðustu daga. Það voru 6 þyrlur hérna í gær sem að voru bara í færibandsvinnu við að hella vatn á þetta. Slökkvistarf hefur verið í fullum gangi í dag og íbúar sjá loks fyrir endan á eldunum. Það er öll vinna sem að verður við þetta eftir á og það verður alveg gríðarlega við að byggja upp hverfið aftur og ég býst líka við að það er ábyggilega sumir sem ekki flytja aftur heim til sín. Það merkist alveg á þjóðfélaginu hérna núna að þetta er mikið tjón. Þannig að maður vona þetta besta náttúrulega fyrir fólk. Við höldum okkur við hamfarirnar en lítum hingað heim. Ekki má draga slengurinn fram í ágúst að taka ákvarðanir skólahald og fleira í Grindavík, segir einn stjórnenda við gerð nýs áhættumats fyrir bæinn. Matið fjallar ekki aðeins vísindalega og verkfræðilega þætti heldur samfélagið allt. Grindvíkingar hafi í meira en 3 ár gagnrýnt stjórnvöld fyrir að fá ekki að koma með skoðanir sínar að borðinu við ákvarðanir mat og hættu við búsetu í bænum. Nú er önnur nálgun notuð. Og þannig getum við þá skapa sátt niðurstöðurnar
og vonast til þess að þær skapi þá líka þennan trúverðuleika sem hefur kannski svolítið skort fram að þessu. Unnið hefur verið að því lengi að móta hvaða leiðir best sé að fara, meðal annars með ráðgjöf frá Alþjóðabankanum. Jafnvel vönustu sérfræðingar hafa ekki tekist á við verkefni þessu lík. Og við erum raun og öll að fóta okkur í þeim af því að við höfum ekki lent í þessu áður að hafa upplifað hamfara atburð sem að tekur ekki skjótan endi. Það er hamfara atburðir sem við höfum upplifað áður eins og snjóflóðin og eldgosið í Vestmannaeyjum og Eyjafjallajökli þeim lauk og þá var hægt að halda áfram. Eitt örfára dæma er líklega af Hawaii, þar sem eru viðvarandi eldgos og íbúar í grenndinni hafa aðlagast aðstæðum. Dóra hefur unnið við neyðarstjórnun í 30 ár og vinnur nú með verkefnastjóra stjórnvalda málefni Grindavíkur. Þetta er ekki bara vísindalegt og verkfræðilegt mat á áhættunni, heldur þarf að taka með inn í gildismat. Bæjarráð Grindavíkur hefur skipað fulltrúa sína í verkefnahópa á samráðsvettvangi stjórnvalda og bæjarins. Fyrstu fundir tveggja hópana voru í gær. Þannig að það er það sem okkur langar til þess að komast að í þessu áhættumati með þessari þátttöku nálgun og að meta áfalla þolið. Gerð heildaráhættumats tekur langan tíma og reyndar verður að ekki klárað heldur verður lifandi skjal eftir framvindu jarðhræringa. En brýn verkefni get ekki beðið eins og öryggi, skólahald, húsnæðismál, rýmingu og endurkomu. Og þetta er verkefni sem var ákveðið að taka á meðan núna í sumarleifunum þar sem að ekki þótti ásættanlegt að það yrði hlé á þessari vinnu. Og Dóra er vongóð að þetta vinnist hratt. Ég held við séum nú að tala í næsta mánuði, sko. Þetta má ekki dragast lengur. Reykjaneseldarnir hafa reynst dýrir. Gerð varnargarða kostaði 12 milljarða króna, þar af 5 milljarða í kringum Grindavík. Fasteignafélagið Þórkatla hefur keypt fasteignir í Grindavík fyrir meir en 72 milljarða króna. Létt var undir með Grindvíkingum sem þurfti að flýja bæinn, meðal annars með því að greiða þeim leigustyrki fyrir meir en 2 milljarða króna. Margir fleiri hafa borið kostnað eins og fyrirtæki, björgunarsveitir, sveitarfélög og íbúarnir sjálfur. Engar fjárhæðir, hversu háar sem þær eru, koma í stað mannslífa. Lúðvík Pétursson lést við störf í Grindavík þegar hann féll ofan í sprungu 10. janúar 2024. Segja má að allir hafa lægst á eitt við að styðja Grindvíkinga eftir að rýma varð bæinn 10. nóvember 2023 þegar kvikugangurinn myndaðist. Fljótlega voru sett lög byggingu varnargarða þar sem öllum eigendum fasteigna á Íslandi var gert að greiða viðbótargjald ofan á brunatryggingar til 3 ára. Sá sem á eign með brunabótamat upp á 100 milljónir hefur greitt 8.000 krónur á ári eða samtals 24.000 krónur í viðbótargjald eða forvarnagjald eins og það er kallað á 3 árum. Nú er útlit fyrir að sú skattheimta haldi áfram því í fjármálaáætlun sem Alþingi samþykkti í júní segir að forvarnagjaldið verði framlengt 1 ár. Samtals er forvarnagjaldið 1 milljarður á ári en gjaldið hefur staðið undir 4 af kostnaði við gerð varnargarðana. Ríkisendurskoðun gagnrýndi stjórnvöld í stjórnsýsluúttekt sinni í apríl vegna gjaldtökunnar. Ekkert eftirlit af hálfu ríkisins var haft með innheimtu forvarnagjalds, segir Ríkisendurskoðun, en tekur þó fram í gagnrýni sinni að fjármálaráðuneytið og fjársýslan vinni að betrumbótum. Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðiprófessor, sagði í fréttum á fimmtudaginn að viss áhætta fylgdi því að hefja skólahald í Grindavík í haust. Á 50 barna hefur verið skráðu þar í skólan. Ætla má að einhver þeirra búi í húsum sem ekki voru seld fasteignafélaginu Þórkatlu. Ekki má búa í íbúðum sem Þórkatla keypti af íbúðum en í 100 þeirra má gista í nokkra daga í mánuði á grundvelli hollvinasamnings. Þórkatla keypti nærri 1000 fasteignir af Grindvíkingum. Fljótlega stendur fyrir fasteignaeigendum til boða að kaupa þær aftur. Undirbúningur endurkaupasamninga er langt kominn en beðið er nýs áhættumats. En hvað ef hús skemmast aftur í skjálftum eða eldgosum? Náttúruhamfaratrygging bætir tjónið en hafi verið greiddar bætur áður fyrir fasteign og peningarnir ekki notaðir til viðgerðar þá dregst sú bótafjárhæð frá því sama tjón er ekki hægt að bæta tvisvar. Rangar innihaldslýsingar á matvælum geta reynst dýrkeyptar. Ung kona veiktist og missti úr vinnu eftir að hafa borðað vogaídífu. Ídífan var síðar innkölluð því það stóð ekki á umbúðunum að hún inniheldur hveiti. Ég fæ mér bara vogaídífu og svo fæ ég mikið mígrenikast daginn eftir og með bara mjög lasin í svona 3 daga og nema það er
rosalega slöpp og þreytt í lengri tíma, fæ útbrot og magabólgur og eitthvað svoleiðis. En ég tengdi þetta ekki við, þú veist, vogaeitrun út af því að ég las aftan á það, átti ekki að vera neitt í henni. Nokkrum dögum síðar innkallaði svo Mjólkursamlag KS nokkrar framleiðslulótur af ídifu vegna þess að hún reyndist innihalda hveiti sem ekki var tilgreint í innihaldslýsingu. Pálína er með celiak sjálfsofnæmissjúkdóm sem leggst á meltingarfærin og treystir því að öllu leyti á að innihaldslýsingar á matvörum séu réttar. Bara einstaklingar með celiak þurfa að vera á 100% glútenlausu fæði. Það er ekkert lyf við sjúkdómnum enn sem komið er, en það er bara, algjör sniðganga á glúteni og það er með talið allt svona snefilmagn eða þá svona talað krossmit af glúteni. Það eru 10 milligrömm af glúteni sem að nægja til þess að virkja þetta ónæmisvar hjá einstaklingum með celiak og til þess að setja það svona aðeins í samhengi þá er það 1/350 hluti af venjulegri brauðsneið. Framleiðendum er skylt að merkja matvæli með lista yfir innihaldsefni. Auk þess skulu ofnæmis og óþolsvaldar vera feitletraðir. Pálína vill að matvælaframleiðendur séu meðvitaðri skyldur sínar og ábyrgð. Þau halda væntanlega að þetta hafi ekki svona slæm áhrif og þess vegna sé þetta, þú veist, ekki svona mikið mál. En þetta er bara mjög mikið mál fyrir fullt af fólki. Það er fullt af fólki með celiak. Og ef að þið getið ekki tryggt að það sé ekki krossmita, það sé ekki notið að þeir sameiginlegir snertifletir eða svoleiðis, þá bara taka það fram á pakningunum. Út af því að bara allt í góðu með það ef það er hveiti í vogaeitrun, en þá get ég ekki keypt vogaeitrun. Pálína hefur heyrt af fleirum sem fengu slæm einkenni eftir að hafa borðað ídifuna. Maður er að gera allt rétt. Þú veist, ég tek ekki áhættur þannig, ég les á allt og þú veist, þá finnst mér maður verður að geta treysti að innihaldslýsingar séu réttar. Í skriflegri yfirlýsingu frá Mjólkursamlagi KS vegna málsins eru mistökin hörmuð. Breytingar hafi verið gerðar á kryddblöndu sem notið er í ídifuna og framleiðandi kryddblöndunar hafi ekki gert KS viðvart þær breytingar. Þá segir jafnframt að málið sé tekið alvarlega. Verið sé að skoða verkferla varðandi ofnæmisvalda, upplýsingar frá byrgjum og yfirferð merkinga. Í glútenmælingu hafi ekkert glúten fundist í vörunni. Mývetningar hafa ráð undir rifi hverju. Traðk utan göngustíga á vinsælum ferðamannastöðum við Mývatn hefur aukist og Náttúruverndarstofnun brá á það ráð að hlaða sérstaka sjálfupalla til að vernda náttúruna. Hver kannast ekki við það að lendi í vandræðum með að ná henni fullkomnu sjálfsmynd? Mývetningar verða seint sakaðir að deyja ráðalausir og þeir hjálpa ferðamönnum að ná henni fullkomnu sjálfsmynd því að þeir hafa hlaðið ekki einn, heldur 2 sjálfupalla. Já, við tókum eftir því að það var að aukast traðk svona á 9 stöðum og það er núna af því að áður fyrr var nóg að menn tækju mynd af fyrirbærinu en núna í dag þá þurfa menn sjálfir að vera á myndinni og þá þarf nefnilega annað sjónarhorn. Þannig að við ákváðum að gera þennan selfie-pall þar sem að maður rammar Dimmuborgir, lætur gatklett, ramma inn sig sjálfan og Dimmuborgir. Í fyrra sumar var sjálfupallur hlaðinn við Kálfastrandarstrípa í Mývatni og tókst vel til. Svo vel að í ár var ákveðið að hlaða annan pall, nú við gatklett í Dimmuborgum. Hann fellur einstaklega vel inn í náttúruna enda hlaðinn úr efni af staðnum. Hefði ekki verið auðveldara að smíða þetta bara úr einhverju plasti og timbri? Það hefði verið mun auðveldara en það sem að skiptir öllu máli á svona stöðum er að þetta falli vel inn í umhverfið. Og á þessum stað þar sem við erum þá til að koma vélum að og timbri og þannig þá hefði fyrst þurft að ryðja veg hingað. Þegar fréttastofu bar að garði voru ferðamenn í óðaönn að mynda sjálfa sig á pallinum. Og þannig að þetta er bæði náttúruvernd og ferðamannavernd vegna þess að fólk var að slasa sig við að leita besta sjónarhorninu. Það má segja að þið séu að slá 2 flugur í einu höggi með þessu. Já, þetta er auðvitað það sem að landvarslan snýst rosalega mikið um. Það er að vernda náttúruna fyrir ferðamanninum og ferðamannin fyrir náttúrunni. Frá Hljómskólagarðinum í Reykjavík leggur ljúfan matarilm helgina. Það er nú haldin hinn árlega götubitahátíð.
Tugir veitingamanna keppa titilinn Götubiti Íslands og sigurvegarinn keppir fyrir Íslands hönd á erlendi grund. Gestir hátíðarinnar lét ekki smá rigningu stoppa sig í dag og nutu matarins og félagsskaparins. Ég fekk með pönnuköku með einhverju ægilega fínu. Ég man ekki hverju, það rann vel niður. Argentíska rækjutaka, gægja gott. Mæli með. Ég er búin að fá með perli hasur og smá churros. Það bara fá sér gott að borða og hitta vini og vinkonur og bara hafa fjör og gaman. Mér finnst það svo gaman bara að fá að smakka mismunandi mat og alls konar þannig. Ég finnst alltaf búblurnar. Það maður í svona eiginlega perlu og maður labbar á hinn og þá skoppaði burt. Mér það rosalega gaman. Það víðar glatt á Hjalla og bæjarhátíðir og gleðskapur út all land helgina. Það verður samt erfitt að keppa við fjörið á Ögurbalinni í Ísafjarðardjúpi í kvöld. Þar verður dansað fram á rauðanótt og boðið upp á rabarbaragraut með rjómablandi á miðnætti eins og venjulega, en fyrstu gestirnir hituðu upp með harmoníkuballi og brekkusöng í gærkvöld. Og þá að veðri. Enn eru suðvestlægar áttir ríkjandi á landinu með skýjuðu veðri og lítilsháttar vætu af og til vestanlands. Hiti yfirleitt 11 til 15 stig. Það er bjart með köflum fyrir austan og hiti víða yfir 20 stigum þar. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Úrslitaleikur heimsmeistaramóts karla í fótbolta verður spilaður á morgun, en í kvöld fer leikurinn bronsið fram. Við förum yfir stöðuna og spáum í spilin fyrir hápunkt þessarar fótboltaveislu. Topplið Víkings í bestu deild karla í fótbolta tapaði sínum fyrsta leik á tímabilinu í dag þegar liðið fór í heimsókn til botnliðs Þórs á Akureyri. Og það er víða golfað helgina, opna breska meistaramótið í fullum gangi og það er Hvalárarbikarinn sömuleiðis. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Aldrei hafa eins margir mist heimili sín í Noregi í seinni tíð og eftir stórbrunann í Drammen í gær. Slökkvistarfi var haldið áfram í dag og eyðileggingin er mikil. Mikil depurð í samfélaginu þetta núna náttúrulega. Framtíð skólahalds og búsetu í Grindavík skýrist í ágúst þegar niðurstöður áhættumats liggja fyrir. Til að skapa sátt taka fulltrúar Grindvíkinga þátt ásamt sérfræðingum sem vinna í sumarleyfum. Snefilmagn af hveiti í Vogaídífu olli margra daga veikindum ungrar konu. Hún segir að matvælaframleiðendur þurfi að vera meðvitaðri ábyrgð sín á réttum innihaldslýsingum. Margur freistast til að taka sjálfu á fallegum útsýnistað, en það getur valdið átroðningi utan göngustíga. Mývetningar hafa brugðið á það ráð að hlaða sjálfu palla við vinsæla ferðamannastaði. Fréttatíminn er á enda, en á morgun verða sjónvarpsfréttir klukkan 6 vegna úrslitaleiksins á HM, þar sem Argentína og Spánn takast á heimsmeistaratitilinn í fótbolta. Í kvöld segjum við fréttir í útvarpinu klukkan 10 og svo erum við á vaktinni allan sólarhringinn á RÚV.is. En við kveðjum ykkur með myndum sem Jóhannes Jónsson tók á Hjalteyri í Eyjafirði. Verið sæl. For stealing your heart away, yeah, maybe I'm a crook. For not caring for it, yeah, maybe I'm a bad person. Well, baby, I know. And these fingertips will never run through your skin and those right. Á RÚV í kvöld. Lestarbörnin, The Primrose Railway Children. Bresk leikinn þáttaröð fyrir alla fjölskylduna. Líf 3 systkina umturnast þegar móðir þeirra flytur skyndilega með þau úr þægilegu borgarlífi Glasgow í afskekkt þorp í skosku hálöndunum. Á sama tíma hverfur faðir þeirra á dularfullan hátt og þau einsetja sér að komast að sannleikanum.
Stofan, uppbytun fyrir bronsleikinn á HM Karla í fótbolta.